þú veist, þannig að sko feelingurinn í laginu var algjörlega bara, þú veist, sem náttúrulega þessi skemmtilegasti tími þegar maður að búa eitthvað til. Ég vissi sko innst inn í mér að þetta væri besta lag sem ég gæti hafa gert. Þú veist, það eitthvað súmmerast allt, þú veist, bara hljómarnir voru ógeðslega djúsí miðað við lög sem ég hef gert áður. Þú veist, eitthvað svona draumur, fjölskyldan, lífið. Og þú veist, ég hugsaði bara, þetta var tilbúið í maður, þetta er bara sannleikurinn á lífið. Ég hef aldrei eftir að gera þetta aftur sennilega. En að því að það var svo hægt, en ég hugsaði að þetta verður aldrei hittari en þetta verður samt besta lagið mitt. Alltaf. Og svo árið seinna þegar við gáum plötuna út og það slær svona í gegn, það kom mér sjúklega á óvart. Og ég man sko að ég var í svona skuldafeni eftir Oogie Boogie að ég gat gert upp stóran hluta af þeirri skuld fyrir 1. desember þegar ég yfirleitt sala þá, það er gamla dagur, við erum að tala um geisladiska, að það seldust eiginlega aldrei geisladiskar nema bara í desember, þú veist, bara 90% af sölu. En ég var búinn að selja yfir 10.000 eintök og fór í bankann og gerði upp 6 milljóna króna skuld. Og ég var bara ringlaði, sko, þetta er bara, wow.